Og velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við höfum fengið hérna 2 fulltrúar úr Eyjafjarðarsveit sem að tengjast tónlistarlífinu allverulega. Það eru þau María Gunnarsdóttir og Daníel Þorsteinsson. Velkomin. Takk fyrir. Þið ætla aðeins að segja ykkur frá Fuglakabarett fyrst. Byrjum á því. Það eru tónleika bara núna að bresta á hvenær? Þeir eru 30. 30. maí. Í Laugaborg. 30. maí í Laugaborg. Og þið getið ekki hægt að syngja þetta, það er svo gaman. Nei, það er eitthvað, já, nú ekki alveg, hvað ég segja, óhlutdrægur, en það er eitthvað í þessu sem dregur allavega mig og okkur að þessu aftur og aftur. Þú samdi tónlistina. Ég samdi tónlistina. Við skulum halda því til haga. Og Hjörleifur Hjartar samdi textana. Og svo hefur kórinn sungið þetta áður. Kórinn hefur sungið þetta áður, já. Og þetta er í raun og veru verk sem við sömdum sko 2013. Já. Og upphaflega var þetta samið fyrir barnakór. Já. Og hljómsveit, rytmíska hljómsveit. Síðan fannst okkur einhvern veginn og fengur svona smá þrýstinga að gera eitthvað meira með þetta og þá uppfærðum við, bættum við lögum og gerum þetta aðeins meira fullorðins, settum svolítið meiri ógn í þetta og svona. Bættu krummanum við eða? Nei, krummi var svona allan tíman. Voru það hverfuglarnir? Hverafuglar. Hverafuglar. Og svo voru svona undirmálsfuglar sem ekkert hafi verið sungið eins og sílamáur, sem okkur fannst alveg tilvalið að gera herrandur höfði og væng. Og svo hérna gat Hjörleifur eiginlega ekki hætt og fór á flug og bætti spóanum við. En ég held að við séum búin að setja punktinn þar. Og Laugalands, þetta er kór Laugalands, kirkjukór Laugalands Prestakals sem er að fara að halda tónleikana. Og þú ert búin að vera þar organisti töluverðan tíma. Já, ég er búin að vera organisti og kórstjóri þarna í 13 ár. En ert nú að hætta? Er að hætta, já. María, er ekki mikil sorg í sveitinni? Það er alltaf missir þegar svona, jú, það er það virkilega. Ég er búin að vera í kórnum hjá þér í allmörg ár, kannski ekki alveg 13 ár, en já. En þetta er svona kannski kveðjutónleika líka því að það ætlar enginn að fara eitthvað að leggjast í sorg og sút, heldur bara gleðjast saman og syngja þennan skemmtilega Fuglakabarett. Já. Og þú ert kannski líka eitthvað að færa þig? Heyrðu, já. Ég er að fara að flytja suður, en ég ætla að vera 1 ár í viðbót. Sjúkitt. Já. Ég þannig að mér vantar tónmenntakennarastöðu í Reykjavík. Já, auglýsum eftir henni. Og við auglýsum líka eftir umsækjendum organistastöðuna þína. Já, og kórstjóra. Þetta er eitt og sama starfið. Þetta er hálft starf, cirka. Og alveg feikilega gefandi þessi vinna ekki síst með kórnum, sko. Þetta er náttúrulega stærstum hluta til þetta vinna með kór. Og þú ert að kenna tónmennt? Ég er tónmenntakennari í Hrafnagilsskóla. Og það er mikið samstarf Hrafnagilsskóla og tónmenntaskóla? Tónlistarskóla, já. Það er nefnilega, sko, já, algjörlega. Það er mikið og gott samstarf. Tónlistarskóla Eyjafjarðar til Grenivíkur, Þelamörk og Hrafnagil. Og ég fer á alla þessar staði. Ég kenni líka öllum leikskólunum. Þannig að ég er að kenna á Krummakoti og Krummafót og leikskólum Álfasteini. Skemmtilegt og fjölbreytt. Ótrúlega skemmtilegt. Og já, og þar tónlistarskólinn er náttúrulega, það er potturinn og pannan, sko. Svo langar mig að það er smá leyndarmál sem er svona uppljóstra. Þú kannt að herma eftir hávellu. Það kvisaðist út. Já. Það er náttúrulega klukkan ekki orðin margt, en er ekki röddin vöknu? Já, elska mig. Getur ekki tekið hávelluna fyrir mig? Jú. Og hvaða fugl er hávella? Hávella er sko fugl sem fer ekki langt. Hann er bara alltaf á sullinni í kringum landið, sko. Hann er ekki farfugl. Nei. Og ég las hann í bókin hans Hjöra. Flott bók. Þetta er yndisleg bók. Rám með myndirnar. Já. Hérna gastu kynntir hávellu. Já. En málið er sko, tónmenntakennari er ekki bara að syngja Engall út á slá eða í skólanum með gleði og gaman. Heldur tökum við alls konar. Eins og skátarnir, þeir syngja ekki bara genga gúlí-gúlí. Nei. Þannig að við erum að pæla í fuglum og alls konar hljóðum og eitthvað og það er námsefni sem heitir Þekkirðu fuglana. Og þar var meðal annars maður átti að þekkja hávellu. Þá eru bara hljóðdæmi sem þið fáið að heyra. Já, og það er spói og hávella og lóan og þetta allt saman. Og mér fannst þetta svo ótrúlega fyndið, þannig að ég æfði mig. Já.
og svo heldum við svona keppni, krakkarnir og ég í skólanum og ég held að þetta hefði verið í 4. eða 5. bekk fyrir mörgum árum. Og svo sat ég í bílnum og æfði mig og náttúrulega fjölskyldan mér bara, mamma, þú ert klikkuð. Og vegna þess að líka sko þetta hljóðu, náttúrulega þetta er ekki dýrindi. Nei, mér brá svolítið þegar ég heyrði þetta. Ég held að þetta væri eitthvað aðeins fallegra. Og svo verður maður ekkert fallegur. Ég held að vera veik. Já. Komdu með hana, þetta er mjög samfærandi sko. Alveg slagur hérna. Hún er Þetta var frábært. Ef maður lokaði augun þá gæti maður bara farið út í fjöru sko og fundið fyrir fuglunum. Og ég hef ekkert oft séð Hávöllu svona live, en ég heyri oft í henni og mér finnst það bara, vinkona mín. Svolítið svona alltaf þessi frekur fugl. Hvernig er henni lýst í bókinni? Nei, hún er með svo stuttar lappir, það er svo aftarlega, hún er alltaf svona nálægt landi, hreiðurinn henni eru frekar nálægt landi. Nei, hún er bara voða falleg. Mér finnst þetta er uppáhalds. Nú erum við búin að gera Hávellinni her undir höfði, þetta var mjög fínt. Takk hérlega fyrir þetta. Mín var ánægja. Og svo höfum við alltaf sko, ég læt krakkana að við gerum þetta reglulega. Já, þannig að allir hínir krakkar sem þú kennir kunna Hávellinni. Já, allir, og allir, hann er Hávella. Já, þetta er magna. Já, þetta er æði. Og þetta fáum við kannski að heyra líka, því að þú ert sögumaðurinn í Fuglakabarett í Laugaborg. Já, og þú, ég ætla að taka Hávellina. Notur náttúrulega tækifærið og kennir fólki að gera Hávellu. En svo ert þú að fara aðeins að færa þig en þú kemur aftur, búin að lofa því að koma aftur. Segðu hvað ætlar að fara að bardúsa? Ég ætla að fara í námsleyfi í 1 vetur og ætla að fara að læra tónsmíðar. Það er meistaranámi í tónsmíðum við Listaháskóla Íslands. En þú kannt alveg tónsmíðar? Já. En það er hægt að læra meira? Já. Ég en gaman? Í raun aldrei lært tónsmíðar nema bara það sem ég hef verið að stúdera sjálfur. Er ekki spennandi að fara að læra eitthvað sem maður samt búin að vera að stunda öll þessi ár? Jú, og hefur samt alltaf verið svona hliðarverkefni. Ég hef alltaf gert þetta á hlaupum bara eftir þörfum. Þú er bara að gefa þessu heilt ár? Ég er mjög spenntur. Daniel hefur samið jólalög til dæmis fyrir kirkjukórinn í mörg ár. Ekkert smá falleg jólalög. Ótrúlega falleg. Sem að hafa verið gefin út á plötu, eða geisladisk. Getum við átt vona því að það kom út svona bara hefti eftir þetta ár í meistaranámi, bara hefti af þinni frumsköpun. Hver veit. Bara hugmynd. Já. Takk fyrir að koma og segja mér frá tónlist og Fuglakabarett. Við minnum á tónleikana. 30. maí, er það ekki uppstilningadag? Jú. Í Laugaborg klukkan? Í Laugaborg klukkan 4. Já. Og posi eða? Nei, bara komaði með 3.000 kall. Eða 3.500. Munið þetta? Nei, það er hægt að kynna sér þetta bara í öllum betri dagskrám. Takk kærlega fyrir komuna. Takk fyrir sömuleiðis.